Fyllimengi er þegar við erum með tvö mengi og annað þeirra er alfarið inn í hinu og þá segjum við að stærra mengið sé fyllimengi þess minna. Skulum skoða dæmi. Ef ég er með mengi B og ég teikna kassan til þess að tákna mengið B, þannig að stökin mín sem ég byrja með eru öll í menginu B. Svo er ég með mengið A og það er alfarið inni í B. Þannig að öll stökin sem eru í A, þau eru líka í B. Annars hefði ég teiknað mengið A hérna hálft fyrir utan eða hluta fyrir utan. Ef öll stökin í A eru fyrir utan B, ekkert er í B, þá hefði B mengið A verið fyrir utan B. Og þetta skrifa ég. B er hlutmengi í A. Er fyllimengi í A, segi ég. En A er hlutmengi í B því það er algjörlega inn í því. En fyllimengið er það sem er í B en ekki í A. Það er að segja stökin sem lenda hérna fyrir innan B en fyrir utan A. Ef ég væri með til dæmis tölur hérna, þannig að B væri mengið 1, 2, 3, 4 og 5, til að loka menginu, en mengið A er bara 2 og 3. Þá er fyllimengið tölurnar sem eru ekki á báðum stöðum, sem eru þá 1, 4 og 5. Sjáðu þið. Því að hlutmengið, báða tölurnar, er þá 2 og 3, en fyllimengið er þá hinar sem standa fyrir utan A, en eru samt í B sem eru 1, 4 og 5. 1, 4 og 5.